hvers vegna þú á móti mögulegri inngöngu Íslands í Evrópusambandið? Þar fyrst til að taka fullveldi landsins, forræði yfir eigin auðlindum og skiptingu þeirra. Evrópusambandið setur sér eins reglur fyrir öll löndin og þær auðvitað fyrst og fremst miðar við hagsmuni stóru ríkjanna í Mið-Evrópu sem stofnuðu Evrópusambandið á sín tíma eða nátengt þeim að hagsmunum. Hagsmunir lítillar eyþjóðar norður í Atlantshafi. Það fráleitt að mínum að hugsa sér að þau muni nokkuð tíman koma til að hafa áhrif sem neinu skipta við það borð. Okkar hagsveiflur eru öðruvísi og við eigum yfirleitt bara mjög lítið fátt sameiginlegt með þessum stóru fjölmennu iðnaðarríkjum í Mið-Evrópu. Okkar hagsmunir liggja hérna á norðurslóðum og í samskiptum við þjóðir sem liggja að þeim og það fer best á því að við förum með okkar hagsmuni og forræði þeirra í þeim málum. Forræði yfir auðlindum auðvitað gríðarlegt hagsmunamál og það auðvitað fyrst og fremst sjávarútvegurinn. Við eigum fjölmargar aðrar auðlindir, við erum einstaklega rík þjóð á þeim og hljótum að fara best með það sjálf. Það sorglegt að fólk telji skiptingu þeirra betur setta í höndum embættismanna í Brussel. Í fyrsta lagi þá yrði örugglega minna til skiptana og vafasamt að telja að því yrði eitthvað betur skipt heldur en í dag. Nú, landbúnaðurinn, sem nú mér mikið hjartansmál, hann telja yrði fyrir þungu höggi ef til aðildar Íslands að Evrópusambandinu kæmi. Svíar eru núna að sjá hversu einfaldar og barnalegar hugmyndir þeirra voru að sænskir neytendur myndu halda tryggð við sænskar landbúnaðarvörur á grundvelli gæða og annarra sérstöðu sem sænskra vara. Neytendur sækja í innfluttar vörur, innflutningur hefur aukist gríðarlega þar og það engin ástæða til að halda annað en að sama yrði upp á teninginu hér. Nú sérstaklega í sambandi við landbúnað vil ég líka nefna heilbrigði búfjárins okkar. Við höfum einstaka auðlind hvað þetta snertir. Og það mikil einföldun að halda að það sé hægt að semja einhverjar varanlegar undanþágur í samningu við Evrópusambandið til þess að standa vörð þessa sérstöðu. Fjórfrelsið grunnstoð Evrópusambandsins og dýr eru bara eins og hver önnur viðskiptavara í því sambandi. Verslun með lifandi dýr þar með talin. En það að við bönnum innflutning á lifandi dýrum og setjum okkur stranga reglur hvers konar erfðaefni, hrátt kjöt og svo framvegis sem getur innihaldið lifandi frumur. Það auðvitað grundvöllurinn af því hvers konar dýraheilbrigði við höfum hérna. Þetta einstök auðlind, dýr þjást við það að fá sjúkdóma. Þetta auðlind í rannsóknarskilningi og margt fleira. Þetta bara lítið brot af því sem ég tel að yrði útsett fyrir hættu, breytingum ef við yrðum aðilar í Evrópusambandinu. Það margt fleira en mitt svar einfalt, nei við aðild Íslands að Evrópusambandinu.